eitthvað skrítið hjá hljóðið, menn það rétt hjá þér að En núna, það komið. Komið þið sálblessa, það allt í góðu lagi hérna meginn, ég heiti Pétur Jóhann Sigfússon, það miðvikudagur. Já, og samt svona hálfgerður föstudagur. Það alveg bara, þú veist það, þetta eins og tónlisti mín eru. Það ekki? Hálfgerður föstudagur. Þú elskar að vera á miðvikudegi. Þriðja eða fjórða vikan í röð bara sem að kemur ykkur frídagur inn á milli. Já, samt fær maður ekki leið á þessu. Nei, aldrei maður. Ég var reynda til í að færa á alla bara alltaf á föstudagana, þannig að það væri bara löng helgi en alltaf á föstudag eða mánudag. Samt eitthvað líka gaman þetta, sko. Já, að fá eitt svona óvæntan bara í miðri viku. Kemur eiginlega helgi bara inn í miðri viku, sko. Nákvæmlega. Því helgi bara einum degi meira. Segðu. Ná, veist, þetta eiginlega 2 helgar, sko. Svo líka, sko, the sun is shining, eins og ég segja. Sólskinn úti og það eru ein leiðindi þennan dag og það er að Sir Alex Ferguson hefur sagt upp hjá Manchester United og er að hætta sem þjálfari liðsins eða manager liðsins. Það sem framkvæmdastjóri. Þið veist það lögulegt. Þetta bara, veist það, ég vissi eiginlega ekkert hvernig ég átt að haga mér í morgun. Ég sá þetta á staðfest. Ég var orðinn pínu stressaður í gær því þetta var komið á alla miðla í gær. Svo bara þegar ég vaknaði í morgun, það var það fyrsta sem ég svona svaf ekkert allt og vel. Nei. Út af þessu held ég. Fannstu illa út af þessu? Já, ég var eitthvað svona, ég var mikið að spá í það þegar ég var að fara að sofa. Býta alltaf að sé að hætta þetta. Og veist, hefur ekki lendið því að þú ert komið hausinn á koddan, þú ert byrjað að hugsa eitthvað svona, að hugsa allt og mikið eitthvað hlut, þannig að þú átt bara mjög erfitt með að sofna. Hefur ekki lendið því? Jú. Þetta er svona of hugsan. Jú, ég hef alveg lendið því, þú veist, en ég verð samt að viðurkenna að ég hef aldrei lendið að hugsa mann sem er að þjálfa eitthvað fótboltalið einhvers staðar í allt öðru landi, sko. Nei, en þetta er meira svona sem að snýr kannski að því, þú veist, ég bara næ ekki endum saman næstu mánuð. Við erum ekki að fara að borða neitt annað en bara hafragraut og eða familjan, sko. Þetta er meira svoleiðis eitthvað. Já, þetta er alvarlega. Allir yfirdrátturinn í botnið maður og þetta er bara allt í rugli maður og eitthvað svona, get ekki sofnað við því. Nú ert að láta mig lítið illa út, ég var ekki að meina það, þetta væri eitthvað heimsins vandamál. Ég er bara að segja, ég er það klikkaður og þetta hafði áhrif á mig þegar ég var að fara að sofa. Sir Alex Ferguson, ætla hann sig að hætta á morgun. Bara handvaka með galopin augun og horfir inn í myrkrið. Já, ég var mikið að hugsa og svo bara fyrsta sem ég gerði í morgun, það var að stökkva í tölvuna og sjá hvort það var í staðfest og það var. Klæddirðu þig ekki, varstu þið ekki til sturtaðan eitt? Sprastu bara upp úr rúmljóna, ætla að kíkja á netið maður. Já, ég fór beint í tölvuna. Fjastu þá bara staðfestík á þessu? Já. En ég meina, er þetta ekki búið að líka svolítið í loftinu? Er ekki maður 87 ára gammal? Hann er 71 árs, en ég held að myndi klára næsta tímabil og hætta svo. Þetta komið svo þrjum ár heiðskjöru lofti í gær. Illuði besta aflokið. Hættu þessu, Pétur. Nei, þetta er bara allt í höndunum á Guði. Já, reyndar. Drottinn almáttugur var búinn að ákveða þetta. Já. Þú getur ekki verið að sakast við Sir Alex Ferguson eða hvað? Nei, ég er náttúrulega þakka honum bara að kjallaði fyrir og ég mun elska þann mann þar til í dag, sko. Já. Og þetta er bara, mun leiða þitt lið á nýjan stað. Já, það er erfitt að fitta í þessi fótspor, það er nokkuð ljóst, en við vonum bara það besta. En eins og við heyrið, kæru hlustendur, þá erum við Pétur Jóhann í miklu stuði og við erum með veislu handa ykkur í dag, ekki satt Pétur Jóhann. Ég bara, hvað er við að byrja? Já, hvað er við að byrja? Við erum með, dagskrárlið sem kallast Bull í Bandaríkjunum, þú ætlar að byrja með eitthvað nýtt hérna eftir. Það er einhver svo mest að þvæla, mann okkur einasti maður getur heyrt. Þú vilt ringja til Bandaríkjunum eftir og vera eitthvað með Lotion in the Ocean eitthvað. Já, þetta er geimasýra. Já, þetta er geimasýra. Svo erum við með Vonda Adið þar sem ég ætla að ringja í Bændablaðið og sem er algjör snill. Já, við erum búin að taka það upp en það var svona símtal í Bændablaðið og ég var að óska eftir auglýsingum í Bændablaðið. Ég myndi ekki missa því. Og svo ætla ég að plata Pétur í eftir í blessur sem er virkilega skemmtilega liður. Ég veit ekki alveg með það. Það er ekki flókið. Við varum búin að slá það út á borðinu hér á sínum tíma. Þá ringir hann bara og segir bara já, blessur. Blessur. Hvernig er hann? Veit ekki með. Blessur. Og svo ætlum við líka að spila Símat sem var hér fyrir 2 eða 3 vikum síðan og það var yfirmaður stráksins bað okkur að setja þetta ekki á netið því að hann vildi ekki að þetta færi út allt, hann er með mjög skræka rödd þessi strákur, en svo hitti hann úr strákin og hann gaf leyfi á að spila þetta aftur í þættunum, en vildi ekki þetta færa á netið, þannig að við ætlum að spila þetta eins og enn og það Símat tengist Forþórost, þannig að það verður líka að spila í dag, allt að gerast hjá okkur strákunum, ekki satt Pétur? Það ber við nýjan tón í þættunum samt sem aður. Já, það er ekki karaoke í dag. Það er ekki karaoke. Nei, við ætlum að gefa þér pási í dag. Af því að það ringdi einn hlustandi hérna í síðustu viku. Já. Þar síðustu viku, einhvern tímann. Já, og vildi ekki. Það var að hætta með það, þetta er alveg hrikalegt. Og við stressumst allir upp. Við kaupum það. Já, og það er bara ekkert karaoke í dag. En við lofum hins vegar. Just for you, son. Just for you, man. En við verum með eitthvað annað í staðinn. Já, við lofum góðum þætti. Fyrsta lag þáttarins er nákvæmlega það sem ég hugsaði þegar ég heyrði í gær að Sir Alex Ferguson var að hætta. Segir eins og maður. Byrjum þetta á vísir sem allir United stuðningsmenn hugsuðu í morgun.
Segir eint svo, elsku Alex Ferguson. En lífið heldur ég áfram eins og Pétur sagði hér án. Og það þýr ekki að vælið þessu í allan dag. Ég hætti því núna, Pétur, ég lofa þig. Njóttu þetta lag bara viðeigandi. Já, ég frekar að spila annarlega. Hvað hefur spilað? Hvað hefur þú spilað? Já, ég manna ekki, Some people tell me that I need help. Some people can fuck up and go to hell. Ég láti það væri meira viðeigandi. Það getur verið lagi á leiðinni heim bara. Cypress Hill, rándýrt lag. Fyrir Ferguson. Some people tell me that I need help. Nú langar maður að hlusta á það. Já, þetta gott lag. Þú ert snillingur, Pétur. Er þetta lag sem þú ert að spila þegar þú ert að DJ-a helgar? Já. Er það ekki? Jú, heldur betur maður. Það verður allt vitlaust. Er það ekki? Það fyrir bara allt gólfið á staði. Það er frábært. En það er komið að slúðri hér í FM 95 Blu. Rétt, hárrétt. Slaka aðeins á. Kæru hlustendur, þið eru heppin í dag. Það er miðvikudagur. Ég, sem þetta tala, ég heiti Pétur Jóhann Sigfússon og ég segja við ykkur, alveg eins og í stendina, ég segja og skrifa, Blöndal er sérstakur slúðurkongur, þessa þáttar við skulum gefa hann gott hljóð, þið eru heppin. Hlustið á þetta. Slakið á. Hallaðu þér aftur. Njóttu þess. Ötti, gjör svo vel. Takk fyrir það, þvílík kynning. Ég ætla að byrja slúðrið á prins Harry. En þessi Bretaprins, hann var að skýta hans á sig daginn. Hann er búinn að segja öllum að Kate Middleton, sem er einmitt að eignast barn með bróður hans, að hún sé að fara að eignast lítinn strák. Og það var verið að veðja þetta í Bretlandi og þetta var eitthvað þvílíkt leyndarmál en hún er náttúrulega ólétt, en hann á erfitt með að halda leyndarmáli, hann Harry, og er búinn að segja vinum sínum og fleirum að hún eignist strák núna í júlí. Já, þannig að það var eitthvað að vera að skamma hann. Ég held að þessi Harry Bretaprins, ég held að þetta sé algjör snillingur. Hann er svona wild card. Já, hann er bara á tippinu í Vegas og er að klúðra öllu og hann er svona vitlaus, hann er svona eins og ef ég væri prins þá var ég svona. Ég ætti mjög erfitt með að bara, já, systir mín Maja, hún hefur eignast strák. Hann er á einhverju flippi, sko, það staðan. Já, hann verður náttúrulega aldrei konungur og þannig að Akkur ekki? Að því að, sko, fyrst pappa hans og svo bróður hans og Já, einmitt, þannig að hann er einhvern veginn, þetta er alveg klúð. Já, þetta er ömulegt. Já, hún er alveg sama. Þannig að hann er bara kærlegur og skemmtilegur. Svo er það eins gott að klúðra bara lífið sínu alveg gjörsamlega frá allir. Nei, hann er nú ekkert að klúðra lífið sínu þó hann Er þetta ekki gæðin sem var í hernum hann? Kjafta hans af sér. Jú, hann var í hernum, Pétur, það er rétt í oss. Þetta er snar, þetta er guður ugla eintakist. Sér slanga leið. Það vantar alveg ekki bara blaðsíður í mannin, það er bara Akkur er hann að klúðra lífið sínu, getur þú sagt með það? Þetta er allt svona. Alls ber upp einhver hótelherbyggi í Las Vegas og frussandi við þessi freyðivinni með einhverja gleðið konur í kringu sig og guðum á þetta hvað. Það sé eitthvað, vitið þessu? Nei. Svo er gasparandi upp hvað þetta aumingja fólkarna sem að býr með honum sem er allir kringum og hvað böttu eru að djólan hefur hann með það ekki sem að býr með honum bara þessu séu 3 í 80 fermetrum bara hérna upp í álkonungar Já, þau eru allir undir sama þakki þetta konunglið, það ekki? Já, er það náttúrulega, hann er, ég held að sé þess Hann er kannski annar í álmu Hann er kannski annar álmu. Svo er það Robert Downey Jr. Hann er í samningsviðræðum þessa dagana. Það er verið að biðja hann að leika í The Avengers 2 og 3. Frábært. En hann er í heldur betur góðri samningsaðstöðu þar sem að sko Avengers 1 sem að hann lék í ásamt Iron Man 4 sem að hann var að leika núna, Iron Man 3 sem hann var í, sem er einmitt verið að sína í bíói núna, eru einhverja 2 tekjuhæstu myndir allra tíma. Þannig að þeir leggja mikla áherslu á að fá Robert Downey Jr. í Avengers 2 og 3. Hann er bara, situr heima bara og hvað bjóðið? Ja, hann er bara heima að telja peninga, sko. Situr bara á gullklostinu sínu og hlæra þessu liði. Samkvæmt þessum upplýsingum að þá ætlar hann að heimta alltaf 10% af fyrstu mánuðunum af bíómyndinni sem að rakast inn í bíó og sem dæmi þá fekk hann 7% af, skal ég eitthvað segja, Iron Man 3 sem er núna í bíó og það var hvorki meira niður minna en heldur bara núna eins og staðan í dag er hann búinn að fá $40 million fyrir þá bíómynd á meðan að hæst launuðustu leikarar heims eins og Will Smith og Tom Cruise er að fá 20 milljónir fyrir bíómynd þannig að hann er að verða sá allra ríkast í þessu hann er Robert Downey Jr. Og hann mun allavega ekki fá minna fyrir Avengers 2 og 3 Ég skil ekki þessar tölur Nei, þetta er bara fárúlegt Hann er að fá, sko, hann er komið núna með $40 million Það er sinnum 130 bara fyrir eina bíómynd Báði bullið maður Geðveikt ánægður með að bara fá 50 skall Þú fyrir að skemmt út í bæ Ég veit að maður ánægður með það maður Maður leipur bara beint heim Kemur út með brosti sjálfstrust og svartan pening í raskatinu með djöðlega hvernig sáttur maður Ég ætla að bjóða þér út að ég átti mig maður Það er bara svartur peningur allt klárt
Eitthvað svona. Ertu að auglýsa það hérna? Þú veit að fá svartum pening fyrir að skemmta? Nei. Þetta var ekki ég sem var að tala, þetta er akt. Já, maður er nú aldrei maður sjálfur maður í útvarpinu. Þetta er maður ekki alltaf eitthvað að fíblast. Ég skildi. Hvað er það, skattstjóri sé að hlusta á þessa þvælu? Hann sitji bara upp á skrifstofu bara, snill maður, Pétur Jóhann og við þurfum maður. Fyrir utan það, þá myndi nú Örn, endurskoðandinn okkar heldur betur láta okkur heyra að við verðum að gleyma að skera reikninga. Er þetta alveg mössa feita? Hann er svona að rugla. Hann lætur mig heyra það bara eins og þessi sonu hans. Hann er bara að drullast við uppbyttir og maður þarf líka eitthvað svo leiðis. En ég ætla að enda slúðrið á Bradley Cooper. En hann segir að ef hann finnst að vera orðin of góður með sig, ef að til dæmis búa tilefna til Óskarsverðlauna eða einhver bíómynd hans er búin að slá í gegn og honum finnst að vera orðin svona maðurinn, þá fer hann alltaf á internetið, googlar sjálfan sig og þá segist hann koma beint niður á jörðin aftur. Því að það sé svo mikill viðbjóð að skrifa alla í Hollywood að hann sé ekki lengi að koma sér á jörðina aftur með því að bara lesa þvælu sjálfan sig á netinu. Hefur þú googlað sjálf það? Hef ég? Já, ég hef eitthvað maður að gera það. Já, sástu eftir því? Já, þetta er... Komstu niður á jörðina? Tilgangslöst, ég er alltaf niður á jörðinni. Þú ert alltaf á jörðinni? Já, ég sko alltaf út á stöðu í Íslandi. Hvað ætti maður alltaf að vera? Ég er ekki Bradley Cooper í Hollywood, sko. Nei. Robert Downey Jr. Já. Hann er það ríkur, hann getur ekki að búa á tunglinu ef hann vildi það, sko. Já, það styttist í það. Það styttist í það. Við ætlum að fara hér í örstuð skilaboð. Hann væri ekki á jörðinni þá. Og svo ætlar Pétur Jóhann að ringja með eitthvað bull til Bandaríkjanna. Ég hlakka til að heyra, ég veit ekki alveg hvernig það verður en það ætti að verða áhugavert. Ekki satt, Bjössi? Já, geima sér það. Vilt þú vinna VIP-pakka á Keflavík Music Festival? Þeir sem kaupa miða eða eru nú þegar búnir að kaupa miða geta skráð sig í leikinn með því að posta mynd af sér með miðan á keflavíkmusicfestival.com. Símaskráin 2013 er tileinkuð sjálfboðaliðum Slysavarnarfélagsins Landsbjargar. Þú finnur upplýsingar afhendingarstaði á já.is. Já er svarið. Agent.is í samstarfi við Túborg og N1 kynna Tiny Tempa, Far East Movement, Rudimental og stærsta plötinu heims, Nicky Romero. Á Keflavík Music Festival dagana 5-9. júní. Atriðið ásamt 100 öðrum tónlistatriðum. Ekki missa af stærstu tónlistahátíð landsins, tryggðu þér miða á næstu N1 stöð eða á keflavíkmusicfestival.com. Stóri dagurinn nálgast. Fáðu þér miða á hhi.is. Dregið 10. maí. Happdrætti Háskólans. Vænlegast til vinnings. Það verður opinn dagur í Háskólanum á Bifröst 5. 9. maí frá klukkan 2 til 5. Komdu og kynntu þér námsleiði skólans og lífið í Háskólaþorpinu. Boðið verður upp á fjölbreytta skemmtidagskrá, leysirtak og hoppukastala, stjörnuskoðun og sveitamarkað. Verið velkominn, Háskólinn á Bifröst. Nýtt í bíó. Mamma. Þrælmagnaður spennutrillir frá Guillermo del Toro sem fann okkur panslabrið. Is she here in this house? Look at her. Mamma. She's singing. Syngt í Laugardalsbíói, Smárabíói og Borgarbíói Akureyri. 1909.is þegar þig vantar smá lán. 1909. FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. FM 95 blöð með ykkur ég og þessum Fantafína. Já, jú, hann er Fantafín. Fantafín, hann bara gæti ekki verið betri. Gæti ekki verið betri, segir Auðun Blöndal. Það er orða sönnu. Ég hér, Pétur Jóhann Sigfússon. Þetta er mín makt, það er miðvikudagur. Þetta er allt eins og þetta á að vera. Miðvikudagur en samt nánast föstudagur því að það er frí á morgun. Já, frí á morgun. Akkur er frí á morgun? Hvað er að gerast? Það er uppstigningardagur. Já, og það. Já, þá bara þá, en Pétur, nú er hins vegar komið að... Já, þú vilt hringja til Bandaríkjanna, sagður Já, við langaði að hringja til Bandaríkjanna. Og nú er ég ekki alveg með á nótunum, ég er ekkert að fara að taka þátt í þessu bullinu. Ég ætlaði bara að vera með þvælu, bara að segja þetta, this is a Peter Johan, og eitthvað. Ok, bara steikja. Lotion in the ladies, og eitthvað bara, sjá bara hvert að leiði mig, skilur. Ok. Bara, og engin orð, ekkert sérstök, þetta er bara einhver svona þvælu orð, og reyna að segja þau með svona mikill innlifun. Og ég bara ringja þá... Corner of the ladies, og eitthvað svona þvælu. Bara ringja þetta í eitthvað pizzastæði eða eitthvað? Já, bara, mér er alveg saman. Ok, hérna. Þetta er bara algjörlega innatón, sko, bara til að drepa tíman, sko. Svo, bara á milli laga, skilur. Pellegrino, buongiorno. Yes, hello, this is Peter Johan.
Hello? Hello, this is Peter Johan Assemblis. Excuse me? Assemblis in illusion and Elias. Assemblis. I don't understand, my friend. And Halamix. Excuse me? Do you want me to repeat? This is Peter Johan. What you tried to say? This is Peter Johan. Peter who? Peter Johan and the Intellimix. In the latest. In the lotion. Intelligent. Assemblies. Yeah, what can I do for you? Nothing. My name is Peter Johan. Huh? What's your name? What do you need, my friend? Ladies. On the ladies. In the lotion. Mr. Peter Johan. In the corners. Ladies. Assemblies. Ladies, assemblies, and leaders. Peter Johan. So what can I do for you? Assemblies. Look. You ladies. Huh? This is Peter Johan. Yeah? What can I do for you? The lotion. Or my bodies. The hip and the ladies. Round and ladies. Assemblements. I don't understand, my friend, what you tried to say or what you want. The burgers. And the null are flying on the ladies. Curds and the ladies. Jöfnveld var hann lengi á línunni. Ég átti ekki til orð yfir. Ég átti ekki til fleiri orð. Þetta er samt svona... Þetta er bara alveg þvæla. Þetta er allir sem að fólk verður samt að sjá á Pop TV frekar en að útvarpi. Því að bara svipurinn að... Og hvernig þú fórst hérna allt stúdíu og er bara stórkostlegt. Heyrðu. Turns in the ladies. Þetta var í rauninni. Hvaða steipa var þetta? Það veit ég ekki, maður. Ok, en var þetta samt sem þú myndir í byrjun? Nei, ég veit ekki. Nei, þetta átti eiginlega að vera engin orð. Skilur þetta átti bara... Ladies var eiginlega einn orðið sem hann skildi. Hann skildi ekkert hvað varst að segja, sko. Curds and ladies and the lotion and intelligent mix. Þetta átti bara að vera svona í rauninni bandaríska, sko. Já, bara í einhverju bulli. Bara eitthvað bull. Ég veit ekki hvað þetta var, en þetta var Pétur Jóhann að hringja til Bandaríkjanna með nýju orðin sín og hefnaðist bara slágætlega. Það væri gaman að láta Tom hringja samt í þennan. Það er svo góður. Ég heiti Blöndal og á móti mér stendur tískugúrin Pétur Jóhann Sigfússon. Tísku. Já, þú ert hér í grænum buxum með brúnt belti í fjólublári skyrtu og... Það er eitthvað rosalega flott við þið núna, Pétur. Já, þetta er bara sumar, sko. Já, ég meina, pælur mikið í fötunum sem þú ferði í? Eða er þetta bara, þú veist, hendið þið bara í eitthvað, þú ert alltaf flottur? Þetta er alltaf eitthvað sem maður bara hendir á sig svona hálfpartinn þegar maður fer út, sko. Veist hvernig líður þegar ég sé þig? Hvernig? Og örugglega flestum stelpum líka? Nei, ekki Ég held að líður mörgum svona núna. Þetta er alveg ríkalega sveitt, maður. Já, Hvernig er þetta hægt að gera þetta svona ósjarmerandi? Stuna dagsins? Þetta er mest ósjarmerandi stuna sem ég hef heyrt. Ég hef aldrei heyrt að vera. En hvað segir tískugúrúin Pétur Jóhann Sigfússon? Hvernig er tískan í sumar? Er hún svona, mikið að litum? Sko, ég held að tískan í sumar, það sé ein setning svona sem að sumar tískuna í sumar svolítið upp. Hvað er það? Tilengaðu þér þinn eigin stíl. Ok, það er ekki einu setning. Það er eiginlega það sem við getum sagt svona við tísku kongarnir, sko. Já. Nei, ég meina, þú veist, jú, tilengaðu þér þinn eigin stíl. Er eitthvað sem má ekki, Pétur? Nei, það er náttúrulega allt leyfilegt, en það verður eins og er að viðkennast að sko, það er gríðarlega mikilvægt að eiga hvítan blazer í. Hvítu blazer? Já, við þurfum, allir þurfum að eiga eitt hvítan blazer í skápnum fyrir sumarið. Það er bara þannig? Já. Ok. Nú er ég bara að vitna hérna í netsíðu sem heitir tíska.is. Nó, það er bara, ég held ég var að tala við þig sem tísku sérfræðing, ekki þú að stela þess að einhverjum öðrum síðan. Það er sama hvaðan gott kemur öðum Blöndal. Já, þú eru allir að hvítan blazer í... Það er bara þannig þegar tískan er annars vegar. Já. Það er sama hvaðan gott kemur, skapaðu þinn eigin stíl, vertu vakandi, kíktu á tískubloggið, tíska.is, gott tískublogg. Og hérna, góðu hvítu blazer. Já. Galla er alltaf inn. Já. Galla er doldið, einhvern veginn bara... Hvort sem að galla jakki eða galla buxur? Það bara breytir engum máli. Sér ekki mér það. Og þetta er bara, þú veist, eitthvað sem ég vissi.
Ég ætla bara að deila þið með öðrum. Hvítir skór verða það allra heitast það í sumar. Og í raun, allt hvít, helst frá toppið til þar. Það henda mér ágætlega, einhvað á ég á hvítum skóm. Já, og hvítir skór, hlusta það þetta. Hvítir skór geta poppað upp svona einfalt útlit og gert það sumarlegt á augabræði. Sett þetta? Ég til dæmis. Ég þrái svona flotta svona chunky. Nei, ok, þetta komið nú því eitthvað bull. Það reyla að gera? Nei, það stendur eitthvað, ég þrái flotta chunky háhæla eða flattforms. Ég ætlaði að láta að líta út þetta væri ég, en síðan, skiljum ég. Þú veist, maður bara að drepa niður inn í texta. Já, þú ert ekki að leita að háum hælum einhverjum chunky skóm, ætlaði. Nei, ég meina bara hvítir málið, sko. Síðan bara skálmastutt. Skálmastutt í sumar. Það rosa mikið málið. Þá erum við að tala stuttbuxur og svona hnésíðar og víðar gallabuxur. Gallastuttbuxur. Ég gat ekki komist hjá því að þú ert í stuttbuxum sjálfur í dag. Það rétt, og hvítum skóm. Og hvítum skóm. Þannig að eitthvað hefur öðumgla Er þetta bara tiny little thing called fashion? Eitthvað hefur þú verið að kíkja á tískubloggi. Nei, það hefur þetta aldrei gert, við ekki hana. Nei, þannig að þú veist, þetta alltaf bara spurning að skapa sinni eigin stíl. Málið þetta með tísku, þetta alltaf eins. Það alltaf sama, bara veist, það ekkert sem ekki leyfilegt, skapa þinn eigin stíl, takt áhættu. Þetta alltaf sama þvælan. Heyrðu, síðan líka munstraðar stuttbuxur. Það málið. Ég var alveg til að sjá því munstruðum stuttbuxum. En það styttist hér í... Mér langar bara að segja eitt að lokum. Eitt víst. Allir ættu að finna eitthvað við sitt hæfi í þessum efnum, því úrvalið óbáslega mikið. Hver vill ekki klæðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum 50. hjá Yngva Eysteims drögum við út fyrirtæki vikunar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig á samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki svikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. Agent.is í samstarfi við Túborg og N1 kynna Tiny Tempa, Far East Movement, Rudimental og stærsta plötusnúð heims, Nicky Romero. Á Keflavík Music Festival dagana 5-9. júní. Atriðið ásamt 100 öðrum tónlistatriðum. Ekki missa af stærstu tónlistahátíð landsins, tryggðu þér miða á næstu N1 stöð eða á keflavíkmusicfestival.com. Nýtt í bíó. Mamma. Þrælmagnaður spennutrillir frá Guillermo del Toro sem fann okkur Panslabrið. Is she here in this house? Mamma. She's singing. Syngt í Laugardalsbíói, Smárabíói og Borgarbíói Akureyri. Sportlegra sumar með Intersport. Hjól, sundföt, útivistvörur, línuskautar, hlaupaskór, hlaupabretti og allt fyrir boltaíþróttirnar. Intersport. Alvöru sport. Lögfræðingar frá Bifröst kunna ekki bara lögfræði. Þeir kunna líka viðskipti og skilja samfélag sitt og umhverfi. Háskólinn á Bifröst. Lítil borg í Borgarfirði. Árið 1909 gastu ekki leyst krossgátu. Það skiptir þig engu máli. 1909 skiptir þig máli. 1909.is þegar þig vantar smá lán. 1909 FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Nissa. Litríkt á bragðið. Gauti og Pétur Jóhann í FM 95 Blö. Sigfússon með ykkur hér í miklu stuði og verðum það alveg til 6 í dag, strákarnir. En það komið, það ekki oft sem við gerum þetta í FM 95 Blöð, við spilum aftur eitthvað, við erum ekki mikið að endurflytja í þessum þætti. Nei. Og það hefur aldrei gerst nema einhver sé veikur og við erum verið að fara svona í eitthvað best of. Já. Þannig að þetta í fyrsta sinn sem við spilum eitthvað aftur sem við höfum spilað. Já, þetta ratar oftast á nettsíðu á vísi.is. Það rétt. Nema að við vorum hér held ég fyrir 3 vikur síðan með Pétur. Þá fórum við í vonda atið við strákarnir og við hringdum báðir á pítsustaði. Eitthvað svona djóka og ég held að nú flestir sem að hlusta reglulega þekkja nú vonda atið. Þetta bara basically að vera með eitthvað bull og oftast ferða þannig
Nefnum að við lentum í virkilega skemmtulega atveiki hér fyrir, 3 vikum síðan. Og það var Þú? Já, ég. Þitt, það er það sem við verðum að vera. Já, ég er enda með bæðið, viltu ekki spila þitt? Nei, það var umulegt. Það var ekkert umulegt. Hann reynda að spurði, þetta Pétur eða ekki? Jó. Hann fatt að þetta verið þú. Já. En... Það var viðbjöður, sko. Það var ógeðst. Hættu þess, það var ekki... Nei, alveg, það var algjör viðbjöður. Það var bara mjög skemmtilegt. Nei. Jú, hvað baðst þú áttur sveppasíkingu? Já, nei, þetta var bara... Tásveppi eða hvað? Já, það var bara... Hvað varst það að byggja? Mér náttúrulega að rífa bara mér hausinn, sko. Hættu þessu, hvaða töffari dóttinni? Hvaða töffari dóttinni alltaf? Þetta er engin töffari. Herru, Höfum Blöndal. Svo ég útskýri, þetta fór aldrei á netið og við höfum mikið verið spurðir bæðin á FM síðunni, á Twitternum og öðru og á tölvupóst. Akkur þetta fór ekki á netið og það er góð ástæð fyrir því. Ég fekk símtal frá yfirmanni stráksins sem er að vinna á þessum pizzastað og hann bað mér sérstaklega að setja þetta ekki á netið og ég varð við þeirri bón. En svo hitti ég nú strákinu daginn og hann hafði húmor fyrir þess að sagði mér þetta væri hann. Hann gaf leyfi að spila þetta aftur í þættinum en ég mun standa við það að þetta fer aldrei á netið. Okay. Já, hann er með svolítið þekkjanlega þið heyrið það bara núna. Við ætlum að spila hérna, þetta er vonda aðið þegar við hringdum á pizzastað og... Það var margir sem að héldu að þetta væri leikið. Byggðum fórhórast, já það er líka drengunum með þannig rödd, men við skulum tjekka hans á þessu. Góðan dag. Já, góðan daginn, ég ætla að banda pizzu. Já, hvert er símanúmerið? Síminn, það er 07. Gunnar. Já. Ok, hvernig pizza ætlar að fá? Herðu, ég ætla að fá hjá þér hérna miðstærð. Já. Og með pepperoni, ananas og fórhúðarost. Hvað sér, pepperoni, ananas og hvernig ost? Fórhúðarost. Fór hvað? Hvernig ost? Pepperoni, ananas og fórhúðarost. Veitu, ég er ekki veist hvort þið séum, við erum með grámost og rjómost. Já, þetta er... Hvernig ostur er þetta? Veitu, ég ætla að spyrja. Ég var bara að byrja síðustu helgi. Nei, fyrirgefðu. Þetta með að tippa? Og er þetta eitthvað grín? Hver er þetta? Og að fyndið. Hver er þetta? Hver var skellt á þarna. Þetta er svona legendary en við munum verða við þessari bón. Þetta fer ekki á netið. Why not? Bara það var beðið það og við verðum bara að verða við þeirri. Nei, það er ljótt. Ekki ef það er einhver. Það hefur alltaf verið regla í okkur í strákunum 70 mínútum ef við erum að rekja einhvern og hann vill ekki að það sé sýnt eða sett á neti, þá bara verðum við því. Við hefum ekki að gera það maður. En það er annað stórkostlega símtal hér á eftir sem að við ringjum í Bændablaðið og erum að biðja smáauglýsingar sem átt að vera vondað. Maður sér nýjar hliðar á þér Höfum Blöndal viku eftir viku. Þú veist að ég ætla að fá blöðslöður. Sjáum til. Gef mér smá áður ég setja upp á slægið þitt. Gef mér svona smá. Já. Hvað er það? Er það Daft Punk? 5 blöð með ykkur. Ég er aðeins sem fatt að vinna með ykkur. Það er mjög frábært lag. Glænýtt lag er með hljóndinni. Daft Punk. Ég heiti Pétur Jóhann Sigurðsson og það er komið með þeim dagskrálið sem allir hafa beðið eftir. Allavega ég, þó ekki fleiri. Þessi dagskrálið er fastur hérna hjá okkur alla daga vikunar. Þetta eru sturlaða staðreyndir. Takk fyrir það. Blöndal. Ertu búin að bíða spenntur? Særa það? Mikrofóninu þinn. The mic is yours. Mikrofóninu þinn. Það er þetta mjög töff. Þú ætti að vinna með þá lína aðeins meira. Höfum Blöndal, mikrofóninu þinn. Og ég er með 10 sturlaða staðreyndir handa ykkur, kæru hlustendur. Og við byrjum hér á fyrstu sem að kom mér á óvart. McDonald's er ekki lengur stærsta skyndibitakeðja heims. Nei. Það eru fleiri Subway-staðir í heiminum í dag heldur en McDonald's. Já, það er bara allt eftir að lokaði hér. Já, það var ætlaði það ekki verið fyrsta skrifið. Það er engin McDonald's á Íslandi. Hvað eru 30 Subway-staðir eða? Þú getur nú bara ekki lappa lengur að dettin á Subway, sko. Þér finnst McDonald's betri? Nei, ég er meiri Subway-maður. Er það? Já, en ég er samt, ég er miklu meiri Mac-maður heldur en Burger King, til dæmis. Já. Ef maður ef þú ert á Sólaströnd eða eitthvað, þá hendir maður sér alltaf á Mac. Á leiðinni heim svona millimáltíð, kannski að frúta borðum kvöldi, hendi sér 2 cheeserum og einni kók. Ég var bara vatn í munið þegar þú talar um þetta. Já, mér langar í cheesera núna. Ég væri til í það. Hvað færð þú þér á McDonald's þegar þú færð á McDonald's?
Jú, sko bara Osborgar, lítinn, já, svona sem svo leikfangaborgari. Já. Já, veist ekki eða ekki. Það er svona litli. Sem þú notar svona sem hundaleikfang. Já, lítill tísari. Já, að eina sem vantar svona flauta neðan á hann, svona. Já, þá er þetta bara svona hundaleikfang. Já, það er rétt. Mér veist ekki ekki. Ég er samanlega, þeir ræði. Karlmenn verða fyrr ástfangnir en konur, en missa fyrr áhugan í samböndum líka. Sturlu staðreind. Já. Hvað erum við, bara svo hundar eða? Þetta sturlað sko. Snöggir að vera ástfangnir og líka undana. Já. Óákveðnir. Ég held að þetta sé nú persónubundið. Já, sjálfsög, það er alltaf. Það er ekkert þetta fullir að það fyrir alla karlmenn, en svona meðaltali eru fleiri. Eru sem sagt oftar, fyrr ástfangnir. Verður þú mjög snemma ástfangin, Pétur? Nei, ég get nú ekki sagt það sko. Nei, hann tekur smá tíma að sigra hjarta þitt. Já, það gerir það nú, gæli mín. Já, enda þú ert svona... Það hefur hún eitthvað að velja sko. Já. Nei, djók. Nei, ég held að Djók, þetta var djók. Hefur ekki hún eitthvað að velja? Nei, langt frá því. Ég held ég sé svona bara miðlungsengstaðar þarna sko. Miðlungsfóli? Já, því er mjög svona einfaldur í rauninni sko. Þú bara hittir á réttu strengina sko. Já, en þú ert samt svona, það er erfitt að geðjast þér samt, sko, þannig að ég hugsa að þú verður nú alveg lengi að vera ástfangin. Já, mér finnst það, svona ef þú þekkir ekki viðkomandi, finnst mér. Það er kannski bull í mér. Já. En ef við ekki bara fara í næstu staðið. Þú komst á aftan að við núna maður. Já, sorry, ég ætla nú ekki að gera það. Já, ekkert svara þessu. Nei, við ætlum að fara hér. Ég er svona funny comeback. Nei, glæsilegt, þegiðu þá bara. Sjálfsalar. Ekki heldur við þessu. Sjálfsalar drepa 13 manns á ári í Bandaríkjunum. Bara í Bandaríkjunum 13 manns á ári. Það er bara rúmur 1 mánuði. Það er bara einhverja degi hverju mánuði út af sjálfsala. Sjálfsala menur bara, þú veist. Bara eins og kóksjálfsali og nammi sjálfsali. Hvernig á hann að drepa þig? Já, þú hristir hann til dæmis og ferði hann ofan á þig, ég veit það ekki, allavega 13 manns á ári sem degja völdum sjálfsala. Stór einkennileg sturlu þar. Kannski eftir að festa hendina þær og bara verður úti, ég veit það ekki. Það er að halda ræðu í jarðaför hjá vininu sama fórstu að kaupa sér bandi í einhverju súkkulaði sjálfsala í bíóm. Og súkkulaði kom ekki og hann hrist hann og fekk hann á sig. Axel var góður drengur. En líf hans tók snöggan endi fyrir 2 vikur síðan þegar hann fór í bíó. Ég veit ekki hver áttu hugmyndina að fara á Iron Man 3. Nei, en Axel einhvern veginn kom allt annað maður út í rauninni. Þetta lítur að vera, aðalástæðan lítur að vera að þú ert ekki að fá súkkulaðið þitt eða góðstósina og þú hristir bara á fullu. Þú erum að setja peningin í. Já. Þetta er rosalega. Það er líka vandræðilegt bara að segja frá, skilur ef að bara, herðu, hvað er fyrir þetta bróðinum? Herðu, hann er dáinn? Já. Nei, ég trúi ekki, jú, hvað kom fyrir? Herðu, hann var þeirri sjálfsala. Já, var að kaupa sér samlóku. Kaupa sér svona þríhyrningssamlóku í svona samlóku sjálfsala bara á flugvelli maður. Það var leiðinni til okkar, sko. Það var Arlanda flugvellinum í Svíþjóð. Það að kaupa sér svona þríhyrningssamlokum og það fór allt í rugg. Það var bara álag og setja 250. Sjálfsalinn trapan maður. Sjálfsalinn bara. Nei, maður á ekki að hlæja svona, það er náttúrulega fólk sem er að deyja. Það er ekki sérstaklega að fyndi. Nei, alls ekki. Þetta er ekki, maður vill ekki fara svona, maður vill kannski aldrei fara, en þetta er einhvern veginn hvernig myndir þú vilja fara? Já, allavega ekki verðandi sjálfsala í einhverju brjálæðiskasti, sko. Og líka bara leðilegt eins og ég segi, það er aðrir að segja frá því. Það er rétt. Og hlæja þessu í útvarpinu. Já, við skulum hætta því. Ok, næsta. Hér er næsta. Það er til pizza í Kambódíu og fæst við á nokkrum pizzastöðum sem heitir Happy Pizza. Það er til pizza í Kambódíu sem heitir Happy Pizza. Já, og veistu hvað er á henni? Ég hef á tilfinningunni að þú veist að búa þessa þvælu til. Ég get svo svarað það. Ég sver þetta bara allt mitt lífi, ég tek þetta allt á netinu. Og veistu hvað er á Happy Pizza í Kambódíu? Ég get ekki ímyndað með það. Pepperoni og marijuana. Nei. Ég er ekki hissa þetta að segja. Happy Pizza. Happy Pizza, maður var alveg Hvar varst þú eiginlega? Við strákandi kíktum bara hérna á Pizza Express. Happy Pizza, maður. Já, ok, það er orðið bannan. Svo er það hér næsta, rúmlega 28.000 manns er að horfa á klám á hverri sekund í sólarhringnum að meðaltali. Allan sólarhringin. Rúmlega hvað mörg þúsund? 28.000 á sekundu. Þannig að núna er bara 28.000. Já, núna 28.000. Bara alveg allan sólarhringin að meðaltali. Þetta er rosalega. Það er ekkert smá hátala maður. Hugsaði hvað þessi kláminnaður eru að velta miklu pening.
Já, þú getur rétt ímyndað. Þetta rosalegt. Eru við vittlausir í greinina, strákarnir? Við höfum alltaf verið það. Já, ég veit. Snar vittlausum bransan. Já. Og allir sem eru ekki í klámbransan, þeir eru vittlausum bransan. Nei. En tek þetta aftur. Þetta var fíblagangur í Pétri Jóhann Sigfúsinni og ég er ekki ég sjálfur, ég er bara í karakter. Næsta... Það hlæja að það að kaupa sér þríhyrningssamloka á flugvöldunum í Svíþjóð. Já, það er helvíti sjálfsalinn, hrundi bróna á hann. Herðu, ok, áfram með þetta, hann er eitthvað galsiðið mér. Lewis Carroll, sem skrifaði bókina Alice in Wonderland, hann vildi giftast 11 ára stúlku sem hétt Alice þegar hann var 31 árs. Býttu, hvað sér þið? Ég var ennþá... Tekur nú svolítið blæjan af þessari bók hans, maður viðbjóður eftir þetta. Hvað ógeð þetta? Hvað sagði þið? Lewis Carroll, sem skrifaði bókina Alice in Wonderland, Lísa í Undralandi, hann vildi giftast 11 ára stúlku sem hétt Alice þegar hann var sjálfur 31 árs. Hvernig draf þessa bók fyrir mig, sko, viðbjóður bara. Það er ekkert, þetta er bara ógeðslegt. Já. Það ekki? Jú. Þetta er alveg viðbjóður. Lewis Carroll viðbjóður maður. Þetta er rosalegt. Þetta er sturlu starrinn samt. Já, þetta er bara... Hei, ekki skjóta sendibúan. Nei. Við veitum ekkert það. Ég ætla að vona að hafa ekki orðið úr því hjá þessu ógeði Lewis Carroll. Herðu, maður sjá. Þú ætlar að vona honum að hafi ekki orðið kápan úr þýrklæði. Það ætlar að slá því hérna bara. Ég ætla að vera eitthvað rosalega. Mér er rétt að vona það maður, honum hefði ekki orðið kápan úr þýrklæðinu. En áfram höldum við hér. Ok, það eru 2 eftir. Hugsaðu kynlíf næst þegar þú ert að míga í þig, því að það hjálpar. Ef þú ert alveg að pissa á þig, þá hjálpar að hugsa kynlíf ef þú vilt halda í þér. Sturlu staðarind. Þetta er gott að vita þetta, mann. Já, og svo er það síðasta. Kannski flugvél. Já, það er eitthvað betra samt. Alveg míga í þig. Já, og þá er gott að hugsa bara kynlíf. Og það er kannski skiltið er á þarna, þú veist, allir í sætunum með beltin á skiltið. Já. Þá er gott að fara þangað með. Akkurat, og hugsa bara það. Og svo er það hér síðasta, maurar teygja úr sér þegar þeir vakna á mótnana. Þetta voru sturlaða staðarendir þennan miðvikudaginn. Það er eitthvað glott á Pétri hérna. Mjög snill. Sem ég var bara erfitt með að horfa á. Við ætlum að fara í örstuð skilaboð. Svo er það vonda atið og það eru smáauglýsingar í Bændablaðinu. FM 957 kynnir í samvinnu við Túborg. Prólokatjam á Factory, helgina 10. og 11. maí. Fram koma FM Belfast, Vök og Friðrik Dór. Miðasala hafið á miði.is. Handhafar bláakortsins fá 20% afslátt af miðum þegar verslað er á miði.is. Túborg og FM 957. Á hringtorg.is farðu hringtorgsappið og allar upplýsingar tilboðin og fríðindin. Sæktu bláakortið á hringtorg.is. Það borgar sig. Bláakortið frá Arion kynnir Prólokatjam á Factory helgina 10. og 11. maí. FM Belfast, dikt 1806, Vök, Friðrik Dór. Handhafar bláakortsins fá 20% afslátt af miðum þegar verslað er á miði.is. Ert þú ekki örugglega með bláakort? Á hringtorg.is farðu hringtorgsappið og allar upplýsingar tilboðin og fríðindin. Sæktu bláakortið á hringtorg.is. Það borgar sig. Með afsláttarþrepum orkunar og viðbótarafslætti á þinni stöð getur þú verið með fastan 10 króna afslátt hjá Orkunni. Orkan. Afsláttur alveg vinstri hægri. Agent.is í samstarfi við Túborg og N1 kynna Tiny Tempa, Far East Movement, Rudimental og stærsta plötu nú heims, Nicky Romero. Á Keflavík Music Festival dagana 5.–9. júní. Atriðin ásamt 100 öðrum tónlistatriðum. Ekki missa af stærstu tónlistahátíð landsins, tryggðu þér miða á næstu N1 stöð eða á keflavíkmusicfestival.com. Símaskráin 2013 er komin út. Í ár er hún tileinkuð sjálfboðaliðum Slysavarnarfélagsins Landsbjargar. Nánari upplýsingar afhendingarstaði á já.is. Já er svarið. Þarftu lán? Ertu viss? Ef skynsemin segir þér að þú þurfir örugglega lán, farðu þá á múla.is. Ást, friður og múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending all land. Perform.is. Hversu gott er brúnt karamellunissa?
Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. 957. Það er að fara rétt hjá þér og... Á hverju? Ég held þú að spyrja á hverju ég væri maður. Á hvaða tíðni? I'm high on life. Ertu high on life? Yes, a rebab. Þú aldrei þurft neitt annað? Nei, ég hef aldrei þurft annað en lífið og súrefnið maður. Já. Heyrðu, hvað segirðu? En hefur overdósað af lífinu? Ekki ennþá. Nei. Ekki hingað til. Já, annars sæti ég ekki hérna maður. Ef ég væri búin að overdósa af lífinu, þá væri ég ekki hér. Já, varum við farin. Já, ok. En ég var að spá í, ætlum við í vonda ati í dag? Já, við ætlum að fara í vonda atið, akkurat núna. Right this minute. Ok. Á þessari stundu ætlum við að fara í það. Já, ég var að spá í sko að hringja hérna, ég sá bændablaðið með smáauglýsingar. Já. Nema það ég er bara ekki alveg búinn að hugsa það til enda. Já. Veistu hvað ég er að fara? Nei. Mér finnst eitthvað fyndið við að hringja í bændablaðið og ætla að biðja um að auglýsa eitthvað, en ég er ekki alveg bara komið með það. Já, gott mál. Fattar það mig? Já, ég er ekki með neitt sko, þannig að þú veist, þú bara hringir eitthvað og gerir eitthvað. Ok, ég ætla að prófa þetta. Prófa þetta bara maður. Þetta skiptir engu máli. Þetta reddast allt á endanum og fólk á að draga gaman að þessu. Ég spái því. Já. Já, Bændasamtökin, góðan dag. Já, góðan daginn. Góðan dag. Ég ætlaði að auglýsa, þetta svona fyrir smáauglýsingar á blöðum? Já, við skulum sjá, það reynda, kom blaðið út í morgun og kemur ekki út sem eftir halva mánuð. Nú, það er svona langt á milli. Já, halvi mánuður. En við skulum sjá hvort Erla getur bjargað býtaði. Já, takk æðislega. Sömuleiðis. Já, Erla. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Ég ætlaði að auglýsa hjá okkur í næsta bændablaði. Já, það er svona smáauglýsingu. Já, má auglýsa eftir hverju sem er þar eða hvernig virkar þetta? Já. Já, frábært. Svona innan siðsamlega markað þetta samt, já. Mér vantar einhvern svona stæltan strák á sveitinu hjá mér. Þess að starfskræfti eða? Það eru helst að vera á aldrinum svona, nefnir að hugsa, 20 til 25, já. Vel byggður, já. Ljósærður, blá augu, já. Til í tuskið, já. Og, ævintýragjarn, ekki verra, má fylgja með kannski. Ok. Og einhleipur, ekki verra að hafa það líka. Hvað kostar svona auglýsing? Mér sýnist hún að vera svona 1700 krónur. Nú, það er ekki meira. Hvernig hljómar hún núna þá? Heyrðu, óska eftir það bara dreng í sveit. Flottum dreng. Já, flottum. Hafðu það með. Það er helst að vera aldrei 20 til 25 ára. Vel byggður, ljósar með blá augu og til í tuskið. Já. Ævintýragjarn og ekki verra ef hann er einhleipur. Nammi, svona á þetta hljóma. Get ég sett einn enn? Já, og viltu hafa hann að vera utan þessa? Já, er betra að hafa það með, eða ódýrara? Nei, hvað ertu að hugsa um þar? Ég er að hugsa um annan strák, einn með brúnt hár, brún augu, nú er bara spurning... Opinn fyrir öllu, góð laun í boði ef hann er til hjálp. Hvernig hljóma það? Já, ég er bara að spá í, sko, hvort það væri ekki betra að hafa þetta í sittkvara, sko. Já, það væri gott. Þannig að þeir færi nú ekki að rífast. Ég hef þetta undir atvinna. Já, flott. Hvernig hafa svona auglýsingar verið að virka fyrir fólk? Ég er ekki alveg klára, ég get ekki lofað því. Nei, ég skilji. Það er svo sem ekki þetta lofa neina í þessu. Ég þekki það nú bara svona í gegnum tíðina, get ég sagt þér. Búin að vera eitt lengi hérna. Og heimilsangir? Já, það eru Jökulstaðir. Og viltu fá senda gíróseðil þegar þetta er búið að koma? Já, það væri flott. Hvernig var ég komið með 2? Nei, ég eftir að setja þessu setni niður, en hérna... Ok. Hvernig, hún á að vera? Já, hvernig viltu hafa hana? Er að leita að brúnhærðum gosa. Já. Með brún augu. Sterklega byggðan. Já. Rómantískan. Já. Sessan strák í sveitina. Sem gerir það sem ég vil. Hvernig lóma það? Já. Hvernig er þá seinni auglýsingin? Ég er að leita brúnarum gosa með brún augu. Já. Sterklega byggðan, rómantískan sessan strák í sveitina sem gerir það sem ég vil. Nam. Ok, þá bara er þetta komið. Ok, glæsilegt. Ég bara vona það besta. Já. Takk fyrir hjálpina. Takk fyrir leiðis. Ok, bye. Já, leiðis.
Hvað erum við að tala Öðumblandal? Ég veit það, Öðumblandal. Hvað ertu búin að búa? Ég hef aldrei heyrt hana þess. Hvaða gæi var þetta? Þessi rödd og það, þú ert aldrei búin að vera með þetta, maður. Þetta algjör snill. Þetta var bara einhver grafi bombu. Með 2 auðlýsingar, 1 ljóðan og 1 takana. Ég er snill, maður. Ég ætla ekki að láta það vita, samt. Þetta var ekki lélega þetta. Ég ætla ekki að taka neitt. Nei, ekki? Nei. Akkurru? Þú getur gleymt því. Þetta var bara vel gott. Þetta var fyrir allan daginn. Þá ég inni á þér og eftir eitthvað sem þú gerir eitthvað svona. Sjáum til með það. Eins og bara bletsöður eða eitthvað svoleiðis. Við sjáum, já, kannski, við sjáum til. Ég veit hvernig þetta lag kemur ennþá í sumar feeling, þetta Live My Life með Far East Movement sem með á leiðinni til Keflavíkur. Já, og Justin Bieber. Gjörsamlega frábært lag. Já, það eitthvað sumar í þessu lagi. Og gera allt vittlust út allan heim þetta lag. Segðu, það að gera allt brjálað. Við erum búin að fara í vondatið, Pétur Jóhann Sigfússon skuldar mér hins vegar, blötsar, það er við hér á eftir. Þessi síma, þetta var ekki einu sinni, þetta var náttúrulega ekki vondatið frekar heldur en afturhendin á mér. Þetta var bara góða atið og þetta var ekki einu sinni, þetta var eitthvað allt annað. Þetta var svona, eins og að vera fastur einhver staðar á milli tíma og rúms. En það er eitthvað svo fallegt við þú ert að bulla svona. Og það er verið að endurtaka ruglið. Það er eitthvað sem við getum verið að vinna eins meira með. Svo fyndið þegar hún er að lesa upp auglýsinguna. Já, sko, algjörlega. En hvað er þessi rödd búin að vera? Röddin sem hún varst með? Þetta kom bara eitthvað áðan. Já, ég vil hafa, þetta er bara svipað á svona Tong og Gunnþór og, jú, þú getur verið með þennan alveg út og inn maður. Láta hann ringja Borg og Vímaður. Rollegur. Nei, alveg talað, bara að vera að láta fólk vera ekki svona lesa upp fyrir sig. Sveitamaðurinn? Já, þetta er allt, það er gjörsanlega borin von átt að þetta sé auðvitað blöð. Nei, skoðum þetta næsta byggjum. Maður aldrei að vita um að sveitamaðurinn dætt inn, en Pétur ætlar að taka fyrir mig bletsar. Næstur vitum, láta hann að gæja að senda skeiti. Já, það getur líka gott. Enda skeitið eitthvað maður. Já, þá er líka verið að lesa það. Já, það er jafnvel ennþá að leita ást. Það var svolítið svæsið með, já, og svolítið ástar. Og það er svona, já, en heldur þú lesir þetta ekki fyrir mig? Eitthvað sem það. Getur þú, Pétur, nú ert þú... Nei, ég get ekki. Þú ert gríðarlega hæfileikaríkur maður. I can't do it, sound. Þú ert tískugúrú, þú ert mótel, þú ert tónlistarmaður, ég veit ekki hvað þú ert ekki. Æ, svo óþægilegt út að segja þetta. En já, en þetta er allt satt. Þetta er bara ruglið. En getur þú samið lag á staðnum? Hérna? Já, ertu með þann hæfileika, getið bara smelt puttum og satt núna Pétur, gott með eitthvað lag. Já. Má ég það? You can take away the sofa, but you can't never take away the love that I gave to you. And I love you so much. Þetta var ekki lag. Þú ætlar að fara You Are So Beautiful. Nei. Svo ertu komin í I Love Your Sofa. Er þetta grínast? Já. Þú getur kannski tekið í burtu sófan, en þú getur aldrei tekið ástina að segja hvað þér. Nei, það er endur ekki hægt. Það sé ekki góð lína. Textin er góður, ég veit ekki með lagið. Við ætlum að fara hér í stutt skilaboð og höldum svo áfram þessa veislu. Getur þú samið lag á staðnum? I'm gonna live... Nei, ég get það ekki. My life. Reyndu. FM 957 og Pepsi Max á Beyoncé tónleikum í sumar. Kemur þú með? Við ætlum að gefa heppnum hlustanda draumaferð á Beyoncé tónleika í Kaupmannahöfn 27. maí næstkomandi. Ef þú ert eiga möguleika að koma með, þá postar þú mynd af þér með Beyoncé á Facebook síðu Pepsi Max á Íslandi. Aðtugið, við munum velja úr þeim myndum sem fá 50 like eða fleiri. Pepsi Max, Beyoncé og FM 957. Pepsi Max, alvöru bragð, engin sykur. Think they got what they came for? You kill these men today, you won't recognize the world when you wake up in the morning. Aldrei hefur verið hægt að ráða dulmálslíkilinn fyrr en núna. Mögnuð spennumynd með John Cusack í aðalhlutverki. The Numbers Station. Take a deep breath. Frumsýnt 10. maí í kvikmyndahúsum og á Volllegum. Bláakorti frá Arjónbanka kynir próflagatjam á Faktor í helgina 10. og 11. maí. FM Belfast, Dikta, 1860, Vög, Friðrik Dó. Handafa bláakortis fá 20% afslátt á miðum þegar vestlaðir á liði.is. Ert þú ekki örugglega með bláakort? Á hringtorg.is farðu Hringtorgs appið og allar upplýsingar tilboðin og fríðindin. Sæktu bláakortið á hringtorg.is. Það borgar sig. Það verður opinn dagur í Háskólanum á Bifröst, 5. daginn 9. maí frá klukkan 2 til 5.
Komdu og kynntu þér námsleiðir skólans og lífið í Háskólaþorpinu. Boðið verður upp á fjölskyldudagskrá, leysertak og vöfflukaffi. Leikhópurinn Lotta kemur í heimsókn og farið verður í gönguferðir Háskólaþorpið. Verið velkominn, Háskólinn á Bifröst. Snjallpakki frá Símanum með 500 mínútum, SMS og gagnamagni fyrir allt þetta skemmtilega í lífinu á aðeins 4.990 krónur. Verð í sterkara sambandi með Snjallsímanum. Síminn. Ást, friður og múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í Perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. 95 Blö á FM 957 og það er sólskínskap í gangi hér í stúdíónu hjá okkur. Sólin skín í heiði. Sólin skín í heiði og við erum í Fanta feeling eins og þið heyrið, kæru hlustendur. Vonandi eru þið það líka. Frí á morgun eins og við komum inn á og... Það er allir í stuði í dag. Já, er það ekki? Já. Er ekki allir bara í góðu skapi? Það er að koma sumar og það er allir góðir. Já, allir góðir, sko. Já, ég var alltaf kafi í snjó samt einhvers staðar. Já, fyrir norðan. Já. Það er leiðilegt með það. En ég var að fá hugmynd bara eitthvað svona, það er eitt sem ég sakna hjá þér, Pétur. Já. Og það er þetta er svo sem ekki en dagskrárlegur, en mannstu þetta er já, blessur! Já, blessur! Blessur! Já, þessi. Já. Ég var að spáði hvort við getum tekið hann. Já. Verður til í það? Ég til í það, maður. Ok. Ég veit mannstu þetta, maður. Já, það var bara, en veist, ég er ekkert í því, þetta er bara... Blessur! Blessur! Þetta er bara þú. En þetta er ekki neitt annað. Nei. Þetta er bara það. En þótt ótrúlega mögulegast, það var það samt skemmtilegt. Ég, á ekki að ringja bara í eitthvað, Ekki lægi með þig, eitthvað svona. Já, ég er með nýtt, bændablaðir. Þeir ekki alltaf svo hressir svona bændur. Já, blessur. Þeir tala líka svona. Já. Blessur! Ég ætla að ringja hérna. Ertu tilbúinn? Já. Ég er bara að hæfa mig, sko. Ég elska þegar þú ert til í svona. Jáló. Blessur! Blessaður? Blessur, hvað er ekki lægi með þig, maður? Jú. Vangina! Já, klikkar! Ha? Hver er það? Halló? Já, hver er þetta, maður? Daniel Pálsson. Já, hvað er blessur, maður? Það klikkar! Lægi með þig? Ekki lægi með þig? Jú, ég er litið góður. Þú fáið! Þú fáið! Já, þú líka. Anskot! Þú er að nenn að standa í þessu, maður. Eru blessaður? Ha? Hvað er það klikkar? Já. Þetta er bara komið. En mér sko... Þetta er gott mál. Mér finnst hann samt þarna. Blessuð er hann bara blessuð. Já, blessuð. Já, blessuð. Þú ok, hér með þinn. Hann er að prófa núna eins og þú sér bara ekki að koma þér að einhvern veginn. Blessuð. Já, blessuð. Já, maður bara segja það. Já, blessuð. Ok. Já. Ok, maður sem. Þetta, ég meina, þetta var bara önnur útgáfa, sko. Hvað er þetta klikkar? Já, smá uppbytun. Já, ég var alveg á villigutum alltaf, maður. Ég var búinn að steingleyma hvernig á að gera þetta. Takk fyrir að leiðra þetta. Halló? Já. Halló? Halló? Blessur. Blessur? Blessaður? Já, blessur. Hver er þetta? Hver er þetta? Já. Hann heitir nú Vilhjálmur Kristjánsson sá skratti. Vili, blessur. Hvað er það þið, maður? Veistu ekki hvað þetta er það? Nei, ég hef ekki hugmyndu það. Hvað er það þið, maður? Já, klikkar það. Blessur. Þetta ætlaði þú að hringja, venur. Í þig, maður. Já, hvað liggur þér á hjarta? Hvað meinar? Ég er ekki með hjarta, maður. Á, blessur. Nei, segið svona. Segðu. Vili, heyrið, maður. Hvað er ekki lægið með þig? Veistu ekki hvað þetta er það? Nei, ég hef ekki hugmyndu hvað þetta er. Já, blessur. Þú hefur verið að gefa fuglana meðalið, venur. Blessur. Og það hætta því og svo í einhvern annan blessur. Vili, blessur. Já, ertu blessur? Já, blessur. Þetta er ekki að eyða tíma og opinber starfsmanns í fullíkmanum. Vili, blessur. Menn að finna fyrir sér hérna. Vili, hvað er það? Blessur. Vili. Hvað leikur þig? Vili, hlusta á þetta. Blessur. Taktu með þér. Slaka á, maður. Vili, slaka á. Hlusta á þetta. Blessur.
blessar. Taktu meðleiðin og ringdi mig aftur. Já, blessar. Ein stutt og ein lang og tvær stuttar. Já, blessar. Blessar. Já, hvað? Hefur við endanum gaman hann? Hvað það? Blessar. Þetta ekkert annað maður. Nei, þarna... Hann brjálar. Já, þarna fengur típuna sem ég var að bíða eftir, bara hættu þessu þetta, blessar. Hættu þessu þetta, taktu meðalið, maður, blessar. Alveg grill, sko. Hörðu ekki eigin það tíma opinberi starfsmanni, blessar. Ógeðslega leðalur. Þetta var, já, blessaður í fyrsta sinni í langan tíma. Ég veit ekki með ykkur, kæru hlustendur. Þetta er föstudags. Já, þetta er miðvikudags, föstudags. Já, einmitt. Hann að koma. Já, nálega Íslands. Já, hann að fara að henda sér í hoppukastal og fróðudisko hjá Ólager. Já, ég á Keflavík Music Festival. Það verður frábær hátíð, ég hlakka til að mæta hana. Já, það er allavega hellingur af flottu liði sem er að fara að spila þar. Gott máluðum Blöndal, en það er komið að góðum tíma hérna hjá okkur í FM 95 Blö. Það er miðvikudagur í mönnum, skástrygg föstudagur, það er frí á morgun hjá flestum. Það er rétt. Og við ákvaðum í tilefni dagsins að vera ekki með karaoke-keppni. Nei, við ákvaðum að gefa karaokeinu frí allavega í dag. Þannig að hlustendur á núti hljóta að spyrja sig, veitu hvað það er að gera í staðinn? Ég er með hugmynd og ég er búinn að ganga mikið á eftir þér í allan dag að við framkvæmum þessa hugmynd. Já. Og nú er svo komið að þú ert tilbúin í það. Jú. Hugmynd mín var svo að og mér langaði svo til að flétta hlustendur inn í þetta, sko. Kosning. Eins og var með karaoke, skilur. Akkurat. Við sungum sér hvort lagið og svo opnuðu síman og menn hringd inn og gáðu okkur stig. Já. Þannig að nú hérna er öldin önnur, ekkert karaoke. Nei. Þannig að mér datt í hug, og ég minna, þú veist, menn eru þetta með ýmislegt, vondulagakeppnin, góðulagakeppnin, það er ýmislegt í gangi hérna. Já. Þannig að nú voru góð ráðdýr. Það er svona, við erum báðið svona brandarakallar. Datt mér í hug að vera með brandarakeppni. Það er brandarakeppni FM 95 Blöð þennan miðvikudaginn og ég er hræddur við hana en ég ætla að taka þátt í henni. Nei, ég minna, þetta er brandarar í útvarpið, það er ekki eitthvað... Hvað er að því? Hvað erum við? Kaffibrúsakallarnir hérna? Góður brandari, saman hvort það er útvarpi, sjónvarpi, út á götu, í strætóskýli, í bíl, veiðitúr, whatever. Góður brandari er alltaf gulls í gildi. Þannig að þú segir brandari, ég segir brandara og svo hringja hlustendur í 511-0957 og segja hvort brandari var betri. Já. Ok. En síðan er líka spurning, sko. Þú veist, þú mátt í rauninni ráða því hvort þú segir brandara sem að þú bara kant og manst og ert með einhverstaðar í höfðinu. Já. En þú mátt líka fara á netið og fletta upp, finna eitthvað brandara, sko. Nei, ég ætla bara að segja eitthvað sem ég kann þá, mættalega. Ok, ég ætla að fara, ég fór á netið og hérna sló inn bara brandarar á Google. Nú, það er þannig. Ok. Ég kom að veitni hérna nokkuð góðan. Er það bara svo í karaokeinu, byrja ég að? Bara, já. Þetta er hugmyndinans Péturs, kæru hlustundur. Já, býttu. Sko, bara ekkert svona. Nei, ekkert svona, ég skal byrja. Það var allir hessir. Ok, það voru hjón sem áttu í erfiðleikum í kynlífi sinu. Og ákveðu að þú voru búin að reyna allt. Já. Langt inn í staðina brandraði, herðan. Þú voru búin að reyna allt. Já. Þannig að þau ákveða að fara til svona galdramanns. Því að sko, hún átti erfitt að það niðri vinkonu okkar, eða konan. Ok. Og ég er að passa með þetta, ég er að fatta hann er svolítið dónalegur, en samt hann er ekkert alltaf dónalegur. Ok, þau fara til svona galdramanns og segja bara, herðu, það er vesen hérna í kynlífinu, það er sumir, bara ná ekki að blotna. Já. Og við vitum ekkert hvað að gera, við erum búin að reyna allt. Búin að taka töflur og búin að fara til lækna og hann segir, herðu, já, ég er nú með ég er með gott ráð fyrir ykkur, segir galdramaðurinn. Það er, hún drekkur núna, konaðinn drekkur þennan Safa hérna og í hvert sinn sem að þú þakkar henni, eða segir takk, að þá svona opnast, svona vikkar aðeins. Neðri hæðin? Já, neðri hæðin. Ok, þú veist alveg hvað klukkan er? Já, ég er að fatta það núna, er hann nú tónalegur þessi? Þú ætti eftir þín hugmynd maður, ok. Og þá svona, að niðri þá svona opnast alltaf meira og meira. Og af því að hann vildi meina galdramaðurinn að maðurinn hennar væri ekki nóg þakklátur. Þannig hvert sinnum að hann myndi þakkinni eða segja takk við hana og vera þakklátur í kynlífinu að þá myndi pikka eins. Þá myndi undur og storm ekki gerast. Já, þau fara heim og þau eru svona kissast, hann er að kissa hann á hálsinn og hann byrjar svona takk maður, takk og þá
þakkar alltaf og allt gengur vel og hann þakkar henni og hann mjög þakkláttur á heimilinu og alltaf vikkar nema það svo flytjaði til Danmerkur eða til Köpen og hún fer og að versla vörur þar í matvöruverslun og svo segir konan fyrir aftan hana herru, 1000 takk og þá breytist hún í kleinurring Hann er ekki svona góður Ég þurfti að stýta hana því hann er svolítið dólarlegur Hann er mjög góður Gjörsamlega frábær brandari 1000 takk Við erum í brandarakefni hérna, ég og Blanda Býttu hvernig þeim Herðu, ég fór eins og ég sagði Ég bara fór á Google, slóðum brandarar Komst inn á eitthvað sem heitir bara brandarar og gaman og alvara og eitthvað Þar fann ég þennan Ég og bóndinn vorum stödd á nautgripasýningu og voru þar nokkur naut í röð Já, fyrsta nautinu stóð á skilti Þessu hefur gert að 130 sinnum yfir árið og ég gaf bóndanum svona olbúaskott Næsta naut með skilti, svipa á áður sem ástendur 210 sinnum yfir árið og aftur fekk bóndin olbúaskott Á þriðja skiltinu stendur svo 365 sinnum yfir árið Á nifti ég nú almennilega í kalli Á, sagði kalli, já, segir svo gamli Það er nú ekki eins og sé alltaf með sömu helvítis beljunni Jæja, þetta var brandarakeppni FM 95 Ég veit ekki með þetta en það er 511-0957 Það er bara fyrstur upp í 3 atkvæði, Pétur Ég ætlaði ekki að trúa því þegar ég las þennan Þetta væri bara Við skulum sjá fyrstur upp í 3 atkvæði vinnur þessa keppni 511-0957 Hver fær þitt atkvæði? FM, góðan daginn Halló daginn Já, ég segi Öddi, ok Heitt atkvæði, takk fyrir það Góður Það var hansi góður hjá þér, Öddi FM 95 blöð, góðan daginn Blessar Nei, blessar Herru, það er auðvitað allan daginn Allan daginn Ekki málið Fyrstur upp í 5, Öddi Ok, takk fyrir að ringja Það er létt, takk Fólk verðist nú vera aðeins glaðra í þessum Mér dættur inn á setning FM Já, blessu Blessu Hver var þitt atkvæði? Ég drapst úr látri á Petri maður Pétur Ég fór næstu utanlega Eitt stygg Takk fyrir þetta maður Takk fyrir þetta Ok, það er 2-1 FM, góðan daginn Hver fær þitt atkvæði? Og kemur það Já, svolítið blessar Herru, það er Pétur Jóhann Pétur Settlita Það er 2-2 En það er úrslit atkvæði Þetta er bara yfir 3 í dag Það veitum við 5 Við verðum að fara í auðlýsingaráður fyrir að fá rúnarinn Það er bara reglur hérna FM, góðan daginn Góðan daginn Herðu, Pétur fær mitt atkvæði Pétur fær mitt atkvæði Sigraði fyrstu brandarakefni Ég vil ánægja með hana 3-2 á móti Autablöð Þetta er húmoristi þessi stúlka Ég er húmoristi sko Hvernig fannst þið brandarakefni? Var hún betur en karaoke? Já, miklu betur Já, svona, jú Gaman að prófa eitthvað nýtt aðeins Já, það er fínt Takk hérlega Ok, takk fyrir Ára gamla góða Hver hefði fengið þitt atkvæði? Það var Auður sko Það var Auður, næ, tók vitlausa línu Jöfnvitastu nálætti yfir En hvernig fannst þið brandarakefnin? Á hún að halda áfram? Já, ég mikið skemmtilega en karaoke sko Það er ekkert annað Takk hérlega Takk fyrir Bye Það fóð 3-2 fyrir PSA Auglýsingar og svo fáðu góðan gest Það er gulls í gildi Það er rétt þér Það er þannig Það er hár rétt þér Heyrðu, býtu Við erum komin í 15.000 síma Sæktu nýja appið og hlustaðu á FM 957 í símanum þínum. Farðu App Store fyrir iPhone eða Google Play fyrir Android og sláðinn FM 957. Sæktu appið og þá eru við komin í síman þinn. Allar upplýsingar á vísir.is/útvarp. Með afsláttarþrepum orkunar er í fyrsta sinn á Íslandi veittur afsláttur á eldsneyti í samræmi við eldsneytiskaup í mánuðinum á undan. Sæktu orkulykil, skráðu því í afsláttarþrep orkunar og fáðu strax afsláttinn sem þú átt skilið. Orkan. Afsláttur alveg vinstri hægri. Hraðpenningar kynna mínar síður. Yfirlit, upplýsingar og framlengingar lán. Hraðpenningar. Betri þjónusta. Lögfræðingar frá Bifröst kunna ekki bara lögfræði. Þeir kunna líka viðskipti og skilja samfélag sitt og umhverfi. Háskólinn á Bifröst. Lítil borg í Borgarfirði. Ást, friður og múla. Múla.is.
Peningar á mannamáli. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Gauti og Pétur Jóhann í FM 95 Blö. Hér, þetta er Disclosure segi ég, með lagið Latch. Svona þekki ég þetta. Þekki ekki öll lögin hérna á tónlistarstöðið viðurkenna það. Þið eru að hlusta hér á FM 95 Blö þennan miðvikudaginn. Það er 8. maí, uppstegningardagur á morgun og rosaleg. Það voru flestir í fríi. Pétur, til hamingju með sigurinn í brandarakeppninni. Ding, ding, ding. Já, takk fyrir það maður. Ding, 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 money and a thing, eins og þú segir alltaf. Já, ég fæ fyrir viki að velja lagi á leiðinni heim, sko. Já, það er aldrei að vita. En við erum konum með góður gestur. Já, góðan gest hér í stúdíóið. Hann heitir Rúnar Freyr og er leikari. Vertu velkominn, Rúnar. Takk að þið fyrir. Hvernig ertu þennan drottin stýrðar miðvikudaginn? Ég er svo ljúfur og léttur og kátur. Það ekki? Sól úti og það er bara allt að gerast. Já, það er bara topp veður og allt að gerast. Þetta er nefnilega sko, það var haglél í gær, svona hálfpartinn. Svo bara breyttist það. Þetta er náttúrulega farulegt. Ef þið er illa við veðrið á Íslandi, býtu það í 5 mínútur, er ekki eitthvað neð þannig? Já, túristar fá alltaf þennan brandara og eins líka ef þú týnist í skógi, startu þá upp. Það er alltaf túristar, já. Alveg þetta er ágætt þessi. Við getum til með að nota þennan kannski. Hefði þessi unnið á þann? Þú sagðist nú eiga eitt brandara sem þú ætlar að henda hérna í brandarakeppnina, gott með hann. Já, hann er grófur, sko. Ok, ef það er, hvað heitir þetta, Muffineers, ef það eru börn í bílum. Það foreldrar, já, það er samt svolítið erfitt þú ert að keyra og maður grakkan aftur í, hvernig það er. Já, ok, hann er ekkert allt og suppulegur. Nei, ég nota bara smeklar orð. Ok, það var maður sem kom til læknis og var að drepast í olnboganum. Alveg bara, þú verður að gera eitthvað maður. Já, segir læknirinn og horfir á hann. Já, þú verður að hætta stunda sjálfsfróun. Ha? Af hverju? Nú bara þannig ég geti skoðað þig. Þessi stuttur og góður. Þessi stuttur og lallur. Er ekki hringt inn? Já, það er bara ding, ding, ding. Komin í sigur. Þessi hefði rústað þessu. Já, þessi var góð. Þú voru að hætta að kippa í okkur nú svo ég geti skoðað þig. Kipp í þig. Þessi var nettur. Til hamingju með hann. Mér þakka að kjalla fyrir komuna. Já, takk fyrir. En það er allt að gerast. Er það ekki? Ég er að vinna hjá S.A.A. og álfasalan hefur nú alltaf farið fram hjá fólki. Nei, þú ert ekki orðin eitt svo allra duglegast hérna hjá S.A.A. Ekki S.S.A. Nei, S.A.S. Já, S.A.S. Flugvirkið þar. Eitt skjólstæðingur okkar sagði, þakka S.A.S. Já, kærlega fyrir hjálpina. Já, lífgjöðuna. Jú, ég bara vinn þarna og þú veist, við svona kynningarstörf og alls konar svona leiðis og það er bara mikið fjör. Sérstaklega núna, það er allt tróðið þarna upp frá í Efstaleiti, fólk að koma, sækja fleiri álfa og selja alveg í gríð og verk. En það er þetta mikilvægt fyrir S.A.A. Þetta bjargar fólki, já, og þetta er aðal fjáröflunin og gríðarlega mikilvægt. Og svo er hann líka bara svo sætur að hafa hann svona inn í... Fínt að hafa hann í bílnum? Já, á mælaborðinu. Það er líka að mér hefur verið sagt. Er lykt á honum? Það er engin lykt á honum, sko. Og mér hefur verið sagt að þeim sem hafi álfinn, ég hef ekki rannsakað þetta sérstaklega, í mælaborðinu, þeir lendi í færri slysum en þeir sem eru. Já, það er ekkert annað. Ertu að lofa því? Já, ég hef bara heyrt þetta, ég var að segja það. Já, þú hefur heyrt þetta. En nei, og svo það er alltaf gerast þarna. Við erum á morgun uppstigningadag að stofna barnahjálp S.A.A. sem er fyrir börn alkohólista. Þetta er alveg ótrúlega sem er hrikalega mikilvægt málefni. Já, heldur betur. Hvar verður það? Við stofnum þetta á morgun og höldum 2 hátíðir. Barnahátíð, svona fjölskyldu og barnahátíð með hoppuköstulum og íþróttálfinum og mikka og lilla klifumús og pollapöngi og alls konar húlumhægin í von, Efstaleiti 7 á morgun klukkan 3. Efstaleiti 7, já. Yes. Svo er það kvöldið í Gamla bíói risa uppistand. Já. Það sem allir helstu uppistandarar landsins, fyndnasta fólk landsins, kemur og fremur list. Já, í fyndnheitum. Og hvað kostar ekkert inn? Það kostar 1500 kallinn og allt miðaverið fer í barnahjálp eins og
Yfirleitt með Ísland og svona, þetta kostar yfirleitt marga þúsund kalla. Í gamla bíó á morgun miðin á 1500 kall. Það allir að gefa vinnu sína. Þannig að það fyrir allt í barnahjálp S.A.A. Ari Eldjátt, Bergur Ebbi, Björn Bragi, Saga Garðars, Þorsteinn Guðmundsson, Jóhann Alfreð, bara allir þessir helstu, Pétur Jóhann. Það ekki? Jú. Þú ert bara ráðinn hér á staðnum. Kílum á hann. Veistu að ég fór á viðtali Rás 2 í gær og Sólmundur Hólmvarður og sagði, býtu, allir finnustu, af hverju ég ekki að það? Ég segi, þú ert ráðinn og hann ætlar að vera líka. Þannig þú ert bara að fara í útvarpsviðtölu að sækja menn. En auðvitað í blöð. Ég reyndar alltaf að fara daginn á morgun, þannig ég legg alveg mitt að mörgum. Við Egill... Hoppukastarlan. Nei, við Egill tveir harðið, við ætlum að keppa í kringlunum hvor okkar getur selt fleiri álfa. Þannig að það verður svona, af því að ég að skemmta hana kvöld og að því ekki. Ég veist fyrir annars þar, því miður. En hvað setur markið hátt? Hvað ætlar að selja marga álfa á hvað mörgum mínútum? Ég ætla að setja eitthvað met. Ég átti metið hérna jólin að selja jólakort. Fyrir krabba með sjúk börn og ég ætla að setja eitthvað annað með þetta á morgun. Ég vil hvetja alla líka sem kaupa álfinn, það er gaman að því, það er allir að setja þetta á Instagram. Bara smetla inn og dreifa á Facebook og svona, það er gaman að þessu. Álfinn í svona skrítnum aðstæðum og svona. Það er að keyra bíl eða skip eða... Þú vilt ekki sjá myndina sem við Pétur fyrir að leika? Það er ekki fyrir Instagram, það er meira Snapchat. Það er meira svona álfurinn á skrítnum stöðum líka. Aðstæðum kannski. Skrítnum stöðum og aðstæðum. Aðstæðar á skrítnum stöðum. Við bara hvetjum alla... Líka eitt annað. Hvar er álfurinn? Skilur, þá birtist mynd kannski af... Mér allsbyrjum. Já, hvar er Valli? Já, hvar er Valli? Já, hvar er álfurinn? Summa inn... Við hendum kannski eina góða svoleiðis á eftir, Pétur. En við hvetjum alla til þess að tjekka á þess að morgun. Barnaháttíðin byrja klukkan 3 og svo stand-upið í Gamla bíó klukkan 20:30, 8:30 annað kvöld. 8:30 í Gamla bíó. Alltaf gaman að fá þér, Rúnar. Takk fyrir brandarann. Það fer að styttast í lokinni hér í okkur. Við ætlum að fá Alicia Keys og svo er það bara lagi á leiðinni heim hér strax á eftir og Pétur, við þurfum að hugsa eitthvað gott. Ég ætla að spila Rúnar. Þessi stelpa, hún er alelda eða on fire. Þetta er Alicia Keys hér með Girl on Fire. Til að hlusta hér á FM 95 Blö en ekki mikið lengur. Við Pétur erum búin að vera þetta með ykkur síðan. Girl is on fire. Reyndi ég ekki taka þetta lag einhvern tímann? Síðan 4 dagar, nei þú tókst þetta aldrei í karaoke. Nei, ég tók þetta aldrei í karaoke. Sem er skrítið því að þú nærðin ekkert smá. Girl is on fire. Þetta er æðislegt hjá þér. Það er komið að lokum hér hjá okkur pjessa. Vonandi er þið búin að hafa gaman aðeins og við strákarnir búin að vera með ykkur síðan 4 í dag. Verðum ekki hérna á morgun, ég og Hjörvar. Það er uppstigningardagur og rauðudagur. En tveir harðir verða mættir hér á föstudaginn í miklu fíling. Herðu, þið besta mál. Við erum eftir að fara í lagi á leiðinni heim. Við erum að fara í lagi á leiðinni heim. Það er búið að vera sannur heiður og mikið gaman að vera þetta með þér í dag. Og mikið óbóðslega búið að vera gaman að vera með þér líka. Umleiðis vinnu minn. Hvernig er næsti miðvikudagur? Er ekki frí þá? Nei, bara venjulegu miðvikudagur. Hæ? Já. En er frí á 5. í næstu viku? Nei, ég held að það sé full vinnudagur næstu viku, því miður. Spurðu mig hvort ég nenni því. Nei, þú nenni því. Spurðu mig. Já, ég spyrja það. Nennur þið? Nei, ég fann það. Sætliti. Við ætlum enda þetta á laginu á leiðinu heim. Við ætlum að spila hérna Some people tell me that I need help. Some people can't fuck up and go to hell. En það er ekki til í kerfinu með Cybersill en ég fann hins vegar eitt gamalt og gott með Cybersill sem við ætlum að spila. Takk kærlega fyrir hlustunin í dag. Við heyrumst á föstudaginn, kæru hlustundur. Pési, takk fyrir daginn. 957 kynnir í samvinnu við Túborg. Trólogatjam á Factory, helgina 10. og 11. mæ. Fram koma FM Belfast, Vök og Friðrik Dór. Miðasala hafið á miði.is. Handhafar bláakortsins fá 20% afslátt af miðum þegar verslað er á miði.is. Túborg og FM 957. Á hringtorg.is farðu Hringtorgs appið og allar upplýsingar tilboðin og fríðindin. Sæktu bláakortið á hringtorg.is. Það borgar sig. Snjallpakki frá Símanum með 300 mínútum SMS og gagnamagni fyrir allt þetta skemmtilega í lífinu á aðeins 3.490 krónur. Verð í sterkara sambandi með Snjallsímanum. Síminn. Það verður opinn dagur í Háskólanum á Bifröst, 5. 9. mæ frá klukkan 2 til 5. Komdu og kynntu þér námsleið skólans og lífið í Háskólaþorpinu. Boðið verður upp á fjölskyldudagskrá, leysertak og vöfflukaffi. Leikhópurinn Lotta kemur í heimsókn og farið verður í gönguferðir Háskólaþorpið. Verið velkominn, Háskólinn á Bifröst. Hraðpenningar,
Send okkur SMS í 1917 þegar þú þarft lán. Hraðpenningar. Betri þjónusta. Fáðu þér ferskan og frískandi Flóridana sumarsala. Flóridana. Lifðu vel. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Perfectly perfect. Everyone's itching for beauty, but just scratching the surface. Daniel á FM